Við samankomin hér, það er 553. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn að Tjarnargötu 12, 7. nóvember 2018. Ég byrja því að bjóða gesti velkomna og bæjarfulltrúa. Mættir eru á fundinn bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Eydís Hensi Pétursdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sanders, Baldur Gummason og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Fyrir fundunum liggja 5 mál á dagskrá. Það er fundargerð bæjarráðs frá 18. 25. október og 1. nóvember 2018, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 27. október 2018, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 18. október 2018, fundargerð fræðsluráðs frá 2. nóvember 2018. Og síðast en ekki síst, fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar lögð fram til 1. umræðu og er það 5. liður og jafnframt síðasti liður dagskrárinnar. Þá er okkur ekkert að vandbúnaði. Ég gef orðið laust varðandi fundargerðir bæjarráðs. Guðbrandur Einarsson gerir svo vel. Velkomin í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar með leyfi forseta að fá að fara eins í mál sem var rætt hér á síðasta bæjarstjórnarfundi og varðar málefni Helguvíkur. Vegna þess að ég las í Morgunblaðinu nýverið grein eftir bæjarfulltrúa Gunnar Þórarinsson sem að mér fannst áhugaverð í ljósi þeirra stöðu sem að komin upp í Helguvík. Og með leyfi forseta langar mig til að fá að lesa upp úr þessari grein. Kafla sem er svohljóðandi: Eftir hrunið 2008 voru miklar vonir bundnar við álver í Helguvík sem hefði fært íbúum og sveitarfélaginu miklar tekjur og stöðuleika til langframa. Öll leyfi voru fyrir hendi og ríkisstjórnin hafði heitið stuðningi við verkefnið. Engu að síður tókst að bregða flokkspólitískum fæti fyrir verkefnið á bak við tjöldin af mikilli hörku. Í kjölfarið keyrði þessi sömu flokkspólitísku öfl svo verkefni sem þeim hugnaðist betur ofur hratt í gegnum kerfið. Nánar tiltekið Kísilmálmver United Silicon í Helguvík. Ég vil nú að segja að þegar ég las þessa grein, mér finnst þetta ansi alvarlegar ásakanir sem þarna koma fram. Að einhver stjórnmálaflokkur á Íslandi hafi brugðið fæti fyrir rekstur álversins þarna og svo sami stjórnmálaflokkur hafi síðan unnið af alefli við að við fengjum hér kísilver. Og ég verð nú eiginlega að biðja Gunnar Þórarinsson, minn bæjarfulltrúa, að skýra þetta aðeins út fyrir okkur með hvaða hætti þetta hafi verið. Því það er auðvitað alvarlegt ef að menn hafa beitt sér gegn okkur svona til þess að koma síðan kísilveri í gang sem þeim þóknaði svo í framhaldinu. Gunnar Þórarinsson gerir svo vel. Velkomin í pontu. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Jú, ég skrifaði þessa grein og sendi hana í Morgunblaðið á sínu tíma. Þessar fullyrðingar mínar það hvað gerðist á tímum vinstristjórnar, hún er í raun og veru fólgin í ákveðnum staðreyndum sem liggja fyrir. Staðreyndum það að eigandi til dæmis Reykjanesbær seldi sem sagt Hitaveitu Suðurnesja að hluta og eða ríkið öllu heldur
sinn hluta og vélað það með ákveðnum áhrifum. Íslandsbanki átti í raun og veru aðild að þessu af því að Hitaveita Suðurnesja var í raun og veru skuldunautur þeirra eða öllu heldur þeir skulduðu gífurlegt fé þangað og Íslandsbanki hafði með þetta að gera en pólitíkin skast í leikinn og kom að þessu með þessum hætti. Þannig var búið hlútana að ekki fékkst rafmagn síðan í þetta verkefni. En það fékkst hins vegar í þessi kísilver sem mjög athyglisvert. Því að hitt var komið langt á leið, það að segja álverið. En úr því var ekki. Þetta hinn augljósa staðreynd. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel Guðbrandur. Viltu ekki bara Gunnar Þórarinsson bæjarfulltrúi segja okkur hvaða stjórnmálaflokkur þetta sem að hafi komið í veg fyrir að við fengjum álverið á sínum tíma? Við erum hérna, þetta er auðvitað grafalvarlegt mál ef að einhver stjórnmálaflokkur hefur komið í veg fyrir það að við fengjum þetta álver sem að við vonuðum svo sannarlega til að við fengjum á þessum tíma, hundið þegar allt var hér á vonar völ. Mér langar að líka bara draga það hér upp að menn seldu hér hitaveituna frá sér. Og það var ekki Íslandsbankum að kenna, það var auðvitað bara ákveðin öfl hér í sveitafélaginu sem að ákveðu það. Og í framhaldi af því losnaði þann raforkusamning sem hafði verið gerður á milli Hitaveitu Suðurnesja og þeirra sem ætluðu sér að byggja hér álver. Vegna þess að nýir eigendur vildi ekkert uppfylla þann samning sem fyrir lá. Það var ástæðan fyrir því, allavega eins og ég skil það, fyrir því að menn fengi ekki rafmagn. En ég myndi gjarna vilja að vita það hvaða stjórnmálaflokkur það er á Íslandi sem að vildi ekki að við í Reykjanesbæ fengjum álver en vildi endilega að við fengjum kísilver. Ég vil að minna bæjarfulltrúa að vísa máli sínum til forseta. Gunnar Þórarinsson, gjör svo vel. Velkomin í pontu. Já, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla nú ekkert að fara að lengja þennan fund með einhverjum yfirlýsingum sem að Guðbrandur óskar eftir. Það staðreyndin er sú að meiri hluti Alþingis vélaði þetta. Það er að segja stjórn, og það er ekki hægt að vísa til einstaks flokks sérstaklega, en það voru öfl innan þessa meiri hluta, greinilega, sem að höfðu áhrif á þetta. Og það mikil. Nú mælendaskrár opinn fyrir fundargerðir bæjarráðs. Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gjör svo vel Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir, gaman að sjá svona marga í salnum og allir að fengi kaffi. Ég kem undir fundargerð bæjarráðs frá 5. október síðastliðnum, 25. október, en þar var fundargerð frá Brunaveitu Suðurnesja. Það er stór dagur í dag og ég vil minnast þess að klukkan 12 í dag var tekin skóflustunga að nýrri slökkviliðsstöð sem verður upp á Aðalgötu. Þetta er 8. tilraunin til að byggja nýja slökkviliðsstöð og loksins tókst það í 8. tilraun og Ístak hóf framkvæmdir í dag og gert ráð fyrir að flutt verið inn í nýja slökkviliðsstöð eftir 11 mánuði. Þannig að ég óska ykkur öllum hinlega til hamingju, tókst í 8. tilraun. Takk fyrir.
Margrét Sanders, við hvað sé hljóðs, gerð svo vel Margrét. Ágæti forseti, bæjarstjórn, góðir gestir. Ég vil byrja á því að nefna það fyrir ykkur sem þekki ekki til að ákveðið hefur verið að fara í stefnumótun bæjarins og stefna þá til 2030. Þetta er mikið fagnaðarefni og var einmitt tekið fyrir verksamningurinn á bæjarstjórnarfundi 25. október síðastliðinn. Og ég vil líka fagna því að góð samstæða hefur náðst innan bæjarstjórnar að svona stefnumótun þurfi að lifa meirihluta og þurfi að vera farsæl fyrir bæinn. Örugglega eru við, þrátt fyrir að það hafi ekki komið fram áðan, 70% sammála að vilja bænum okkur vel og hvernig við viljum honum vel. En það sem að mig langar að nefna þarna að sem betur fer að þá fóru menn í stefnumótun frekar heldur en bara að breyta og bæta við nýju nefndum og finnst þetta mjög framsýnt og tel að við öll getum lagt helling þarna fram og hvet bæjarbúa líka til þess að koma málum að og eitt af því sem að við höfum nokkru sinnum komið hérna upp bæjarfulltrúar D-listans það er til dæmis þetta að við erum og bærinn fyrir bæjarbúa, bæjarskrifstofur eru fyrir bæjarbúa en ekki bæjarbúa fyrir bæjarskrifstofur. Takk. Næst ykkur til máls, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, gjör svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Kemur undir bæjar 25. október. Ég var aðeins að velta fyrir mér rekstrarreikning fyrir ljósanótt 2018 og ég ætlaði svona bara rétt að renna yfir hann og rak þá augun svona í einhverja tölu hérna í lokin sem að mér langaði bara að vita hvort það væri kannski alveg rétt. Það er áætlaður óframkominn kostnaður varðandi tónleikana með blik í auga. Hvort að við værum að greiða 900.000 stefgjöld fyrir tónleikana. Mér fannst allar aðra tölur vera eðlilegar fyrir ljósanótt og ég aðeins hikaði þegar ég sá þessa tölu. En ég bara spyr. Takk. Guðbrandur Einarsson, við hvað sé hljóðs, gjör svo vel Guðbrandur. Forseti, ég biðst velvirðingar á því að vera komin upp í þriðja skipti sem er nú ekki samkvæmt ritvalinu en mér rennur skylda til að reyna að fara þess yfir þetta. Ég tengist reyndar þessu verkefni á ljósanótt en ég gerði athugasemdir við þessa tölu í bæjarráði síðast. Ég skil ekkert hvernig hún verður til þessi tala. Það er einhver fróðar heldur en ég að segja okkur það að við séum að borga sko næstu í 1 milljón fyrir að spila nokkuð lög. Það er einhver villa í framsetningunni á þessu. Það getur vel verið að menn borgi stefgjöld á allir í ljósanóttunni samtals að vera að spila lög út allan bæ. Þannig ég skil ekki þessa tölu og ég óskaði þetta því síðasta bæjarráði að þetta yrði kíkt á þetta og menn færi yfir þessa tölu. En ég hef aldrei séð slíka tölu fyrir stefgjöld ekki einu sinni fyrir ljósanóttunni sjálfa. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir fundargerðum bæjarráðs? Svo er ekki. Þá mun forseti bera fundargerðir bæjarráðs til samþykkt fundarins. Þeir sem geta samþykkt fundargerðir bæjarráðs vinsamlegast gefa merki. Og þær eru samþykktar 11:0. Næst munum við taka á dagskrá fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 27. október 2018 og að venju munum við byrja á þeim málum sem sérstaklega þarf að samþykkja og fyrst
ber að nefna þriðja liði í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs, Pósthússtræti 5, 7 og 9, niðurstaða grenndarkynningar og orðið laust þann lið. Gunnar Þórarinsson, hvað sé ljós, svo vel Gunnar. Virðulegi forseti, þá getur bæjarfulltrúar og gestir. Þetta er mál sem að hefur verið lengi á dagskrá og hefur verið með ólíkindum, vil ég segja. Það var byrjað að byggja áður en að skipulagið var samþykkt og ég veit að einhverjir íbúar í Pósthússtræti ráku augun í þetta og gerðu athugasemdir við þetta. Ekki bara það, heldur höfðu þeir ýmislegt að athuga við skipulagið. Það er hins vegar þannig að þegar byrjað er að byggja og búið er að ákveða eitthvað, þá virðist vera erfitt að bakka út úr því. Það var samt þannig að það fór fram grenndarkynning, það sem bæði íbúar Pósthússtrætis 3 að minnstakosti og 1 sennilega líka, ásamt þeim sem að eru með atvinnuhúsnæði á Hafnargötu 91. Gerðu grein fyrir athugasemdum sem að þeir höfðu gagnvart þessum áformum. Í stuttu máli að þá þótti mér að skrítið að það var boðað til fundar með íbúum Pósthússtrætis en þeir sem að hafa aðild að þessu máli á Hafnargötu 91 voru ekki boðaðir á þennan fund. Það þykir mér einkennilegt. Ég er reyndar lítill eigandi í húsinu og hef í raun og veru ákveðina hagsmuna að gæta eins og íbúarnir. Þannig að ég skil ekki út af hverju fulltrúar okkar hafa ekki verið boðaðir. Svörin við athugasemdunum eru orka tvímælis. Í fyrsta lagi með vindmælingarnar. Þá er það í raun og veru á vissan hátt afskaplega óljóst hvort að þær standist eður ei. Það er notað sér gögn úr vindmæli upp á Keflavíkurflugvelli. Það vita það allir að inn í landinu er veðrið farið að ganga niður. Það er bara reglan. Það sem að vindur kemur að sjó, að þá er hann skarpastur. Þannig að ég finnst þetta með ólíkindum að nota vindfarið þarna upp frá og gengur ekkert upp í raun og veru. Ég hef allavega reynslu af þessu því að þegar við fluttum þarna inn á sínum tíma að þá var í suðaustan áttum ekki hægt að opna hurðina að aftan til þess að komast inn í skrifstofuna. Það þýddi það að við þurftum að byggja skýli til þess að venda í raun og veru hurðina þannig að menn slösuðust ekki við að fara þarna inn. Það sama og við þegar menn eru að fara út í bíla í óveðrum að það er bara mögulegt að fara inn í bílana stundum út af veðri. Þetta er áður en að byrja að vera að byggja þetta í Pósthússtrætinu. Það er augljóst að út af umhverfisáhrifum að þá mun veðrið frekar versna heldur en hitt. Þannig að við stöndum frammi fyrir því að vera með í raun og veru óvissu hvað varðar vindmælingar og einnig vegna þess að við höfum ákveðna óvissu gagnvart versnandi veðrum.
Nú vekur það líka athygli mín að í minnisblaði frá Eflu þá ber ekki saman skipulaginu eins og þeir nefna það, breyttu deiliskipulagi við það sem að við fengum í hendurnar. Þannig í Hafnargötu 91. Ég veit ekki hvort að íbúar í Pósthússtræti hafi fengið þetta til sín. Það er gert ráð fyrir allt öðruvísi aðferðum við innkomin á lóðina á Pósthússtræti. Nú, varðandi bílastæðin og stækkun húsana, þá er það í raun og veru líka ámælisvert vegna þess, og það mun auðvitað bitna ekki bara á íbúum Pósthússtræti 3, heldur líka þeim íbúum sem að flytjast í þessar blokkir. Það er augljóst. Það líka bara í augum uppi. Nú, varðandi fjölgun íbúða þarna, hún kallar auðvitað á fleiri bílastæði. Og staðan er svoleiðis núna að miðað við skipulagið, hvort sem það tekur þetta skipulag sem Efla er með og kynnir sem breytingaskipulagi, eða farið eftir því sem að við fengum sem tillögu frá fulltrúum umhverfis- og skipulagsráðs eða sviðs, þá er gert ráð fyrir því að akinn á bílastæði í Pósthússtræti 5, 7 og 9 frá lóðinni að Hafnargötu 91. Þeir ætla sem sagt að nota meira og minna, eða það er ætlast til að þeir noti meira og minna lóðina í Hafnargötu 91 til þess að komast inn á lóðina hjá sér. Það er bara hreinlega tekin allur vegurinn í átt að Pósthússtræti 5, 7 og 9 inn á lóðina á Hafnargötu 91. Ég er nú bara ekki að botna í þessu. Það var gert ráð fyrir því að þeir hefðu heimild til að skipulagi gerði ráð fyrir því að þeir gætu keyrt inn á sína lóð í gegnum lóðin á Hafnargötu 91, þar að segja milli Pósthússins og Hafnargötu 91, þar væri innkeyrsla, en síðan var gert ráð fyrir því að ef hættur að steðjuð að í húsnæðinum þarna, sem sagt að Pósthússtræti, þá gætu þeir notað í vissum tilfellum ef það væri slysið eitthvað slíkt veginn í gegnum lóðina hjá Hafnarstræti 91. Nú er hins vegar búið að gera ráð fyrir því að hún verði eingöngu notuð og útkeyrsla'n verði niður á sjó. Þetta er ekki boðlegt að mínu mati og ég veit að eigendur og starfsmenn Hafnargötu 91 eru mjög ósáttir við þetta og sjá fyrir sér að bílastæðin sem eru reyndar allt og fá þarna við Pósthússtræti verði meira og minna notuð, sem sagt bílastæðin á Hafnargötu 91 verði meira og minna notuð af íbúum á Pósthússtræti 3, 5 og 9, 5, 7 og 9 segi ég. Þannig að mér finnst nú bara ástæða til þess að við stöldrum aðeins við og legg það til að við byrjum á því að vísa þessu máli til bæjarráðs, til frekari skoðunar, þannig að við förum ekki að gera eitthvað mistök sem eru allt og oft gerð hérna. Sem að það er mín tillaga að við vísum þessu til bæjarráðs, til frekari skoðunar. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel, velkomin í pontu. Forseti ákvöldu, bæjarfulltrúar og gestir, mér langar aðeins að koma upp undir samanlið á Gunnar. Bæjarfulltrúi Gunnar
Í fyrsta lagi vil ég segja það að Gunnar Þórhallsson bæjarfulltrúi er að brjóta alla siðferðisreglur sem gilda bæjarstjórn Reykjanesbæjar með því að fjalla eigið húsnæði í bæjarstjórn og er ég mjög undrað á honum að gera þetta. Það er klárlega það sem hann er að gera. Það er númer 1. Númer 2 er að rétt að verktakinn hóf framkvæmdir án heimildar. Það er hárrétt og við hefum fengið skýringar á því og Gunnar hefur fengið það líka. En aftur á móti hefði verktakinn getað haldið áfram á gamla skipulaginu og byggt það samkvæmt því skipulagi sem var 2005 og var samþykkt hérna 2005. Það hefði verktakinn getað gert orðalaust. Það er búið að samþykkja allstaðar og hann hefði getað gert það. Það er alveg ljóst líka. Fundurinn sem haldinn var með íbúum var á íbúa, ekki fyrir Hafnargötu 91 Gunnar. Þess vegna var þér ekki búið þangað. Þið þau líka geta óskað eftir fundi og ég er nú bara að verja starfsmenn með þetta mál. Þannig að mér finnst óréttlátt að gagnrýna starfsmenn fyrir það að það sé haldinn fundur með öðrum aðilum heldur en Hafnargötu 91. Þriðja sem ég vil segja hérna er það að það eru bílastæðafjöldin á þessum byggingum er jafn mikill og meiri heldur en í sambærilegum byggingum annars staðar. Það er bara þannig. Og það er frekar að eigendur af Hafnargötu 91 og notendur þar þurfa að fara á bílastæði væntanlega blokka til að fara á staðinn ykkar. Þannig að mér finnst þetta dálítið órétt framsett hérna og einhliða af þér Gunnar Þórarinsson. Aftur á móti tek ég undir að síðasta sem hann sagði og legg til að þessu máli verið vísað til bæjarráðs til nánari skoðunar og vona að bæjarstjórn samþykki það. Það sem við getum þá klárað þetta mál. Takk fyrir. Næst tekur til máls Margrét Sanders. Gjörðu svo vel, Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góðir gestir. Það er mikilvægt að taka fram að samráð er gott og ég hafði skrifað hjá mig punkta áður ég stóð upp og ætlaði að fagna því að fundurinn var með íbúum og Pósthússtræti vegna þess að ég hef komið nokkru sinnum upp hérna bara frá því að ég byrjaði í bæjarstjórn og er ekki búin að vera lengi þar sem að ég hef verið að óska eftir að við höfum meira samráð við bæjarbúa, ræðum við aðila, nokkru sinn gert athugasemdir við hvernig komið fram varðandi þegar menn er að koma með athugasemdir við þegar grenndarkynning er og óskaði eftir meira samstarfi. Þannig að ég skrifaði hjá mér að muna eftir því að þakka fyrir að umhverfis- og skipulagssvið eða umhverfis- og skipulagsnefndin hefði bara hreinlega kallað hópinn til og hitt hann og rætt við hann. Því að það er það sem við höfum verið að ræða hér, að við verðum að eiga samtal við bæjarbúa. Ef við erum að senda út í grenndarkynningu, þá er það og það er að berast yfir 20 athugasemdir, þannig eru 43 ár. Ef það er að berast yfir 20 athugasemdir, þá er ekki allt í lagi hjá okkur held ég. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að skoða og þrátt fyrir að mikið af íbúum séu hérna, að þá hef ég sagt þetta áður og þetta er engin populismi. Þannig að ég legg til að samstarf er að henni góða og það sé meira. Þá komum við að Pósthússtrætinu. Þegar ég kom inn fyrir magnuðheitina inn í umhverfis- og skipulagssvið á síðasta ári, þá hef ég oft rætt Pósthússtrætið. Ég bara skil ekki skipulagið þar. Bara hvernig tengingin er, menn hvernig innkeyrslur eru. Þetta er bara, nú á að fara að banna vinstri beygju eða hvort það sé búið út frá Pósthússtræti 1 og 3. Pósturinn er þetta með einhver bílastæð, þetta er algjör klúður. Þegar ég voga mér að nefna þetta við meirihlutann, þá fæ ég yfirleitt það svar, þetta er síðan 2005, þið gerðu þetta. Já, er það sem sagt bara aldur og ævi, að allt síðan bara Sjálfstæðisflokkurinn eða einhver annar flokkur hefur samþykkt, það má aldrei breyta neinu, þó við vitum að þetta er klúður. Ég verð að segja ykkur að mér brá, ég vissi að þetta var svakalega þéttbyggð þarna með Pósthússtrætinu. Ég gerði mér ekki grein fyrir að menn getur farið að skiptast á kaffibotla á milli. Ég bara hreinlega, mér brá því ég sá þetta. Þegar verið að tala að þetta sé engin fjölgun í bókuninni, þá finnst mér það sérstakt
ef að þetta er fjölgun íbúða úr 80 í, að ég held, 101, ef ég fer rétt með. 20% fjölgun, og þá segja menn, já, þetta eru minni íbúður, þannig að þetta er ekki eins margir. Já, minn aldur, við erum bara að minnka við okkur, sumir í stórum íbúðum, aðrir í minni. Þannig að ég er ekki að sjá að það sé endilega færri sem fara þarna Varðandi bílastæðin, þá er einmitt spurning hvað hefur verið reiknað og þrátt fyrir að menn ætla að fara að bauna einhverja aðra út af einhverjum formsatriðum, þá held ég og þakka Friðjóni fyrir þessa tillögu sem er mjög málefnaleg, vísum þessi í bæjarráð, skoðum þetta betur. Það eru báðir aðilar, bæði byggingaverktakinn og íbúarnir mjög ósáttir, lögfræðingar báðum megin. Mér finnst of oft búið að gerast hjá okkur núna að menn eru að sækja sér aðstoð lögfræðinga til að sækja rétt sinn og það er áhyggjefni. Og þegar ég nefndi stefnumótuna áðan, þegar ég var að tala um þjónandi forystu, þá er það sem ég er að tala að við verðum að standa með íbúum en ekki sama hvað. Ég skal lofa ykkur því að populismi er ekki í minni orðabók. En mér finnst einhvern veginn eitthvað aðaðna hjá okkur í samskiptum. Næstu tekur til máls Gunnar Þórarinsson. Gjörðu svo vel, Gunnar. Já, vilja fórseti ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Bæjarfulltrúi Friðjón er að því að ég hafi einhverja hagsmuni af því að tala hérna. Jú, vissulega, ég vinn þarna. Hins vegar er fyrirtæki sem að þarna hlutað máli. Fyrst og fremst að ég eigu annara, kona mín á þetta hlutana. Nú, það er hins vegar augljóst, ég tek undir það með Margréti Sanders að hér hefur verið farið offari og lítið samráð haft í raun og veru við íbúana. Alveg frá upphafi. Og það er miður. Við þurfum að bæta okkur þarna, verulega. Okkur tókst ágætlega upp á síðasta kjörtímabili. Til dæmis var SPK-ræturinn tekinn þannig fyrir að það var boðað til íbúafundar, allra þarna í nágrenninu og það hafði áhrif á niðurstöðurnar. Það breyttust. Og þannig á það að vera. Þannig að það ætti að vera til eftirbreytni. Við þurfum að bæta okkur. Næst tekur til máls Margrét Þórarinsdóttir. Gjörðu svo vel, Margrét. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég vil játa það að þessi niðurstaða varðandi Pósthússtræti 5, 7 og 9 veldur mér merkilegum vonbrigðum. Það sem kemur mér spánskt fyrir sjónir er að verktaki getur snúið byggingu án þess að fá samþykki fyrir því. Að fara gegn vilja íbúana er eitthvað sem við þurfum að endurskoða. Miðflokkurinn lagði ríka áherslu á í kosningabaráttunni sinni svokallað íbúalýðræði að það sé hlustað á vilja íbúana og ég fagna því og tek undir orð Gunnars og Margrétar að þessu verði vísað aftur í bæjarráð og ég ætla rétt að vona það að þar fáum við farsæla lausn þar sem að íbúarnir á Pósthússtræti geti lifað í sátt og samlyndi. Takk fyrir. Guðbrandur Einarsson eða hvað sé ljós, gjörðu svo vel, Guðbrandur. Og sjónar munur hérna á þér og Friðjón Einarssyni. Gjörðu svo vel. Virðulegur forseti. Jó, þetta er merkilegu umræða sem á sér stað hérna. Og það er svolítið áhugavert að sitja undir því að í þessu máli séum við ekki að hafa samráð og við séum svo slæm að vera að segja að þetta gerist 2005.
En við verðum að átta okkur á því sem bæjarfulltrúar að öllum okkar gjörðum fylgir ábyrgð. Og það sem gerðist hér í eina tíð erum við að vinna með. Sumt gott og sumt slæmt. Það sem gerðist hérna 2005 í skipulaginu á þessum reit er auðvitað bara mjög slæmt. Það liggur bara alveg ljóst fyrir. Þetta voru ekki góðar ákvarðanir sem að tekna voru við samþykkt þessa deiluskipulags á árinu 2005. Og við erum auðvitað bara með einhverjum leiðum að reyna að vinna okkur út úr því eins vel og hægt er. Ef að þessi byggingaraðilar hefðu tekið ákvörðun að vera ekkert að snúa þessu dóti, láta þetta bara vera eins og það var, þá hefðu þeir bara geta mætt með kranana sína og hafið bygginguna. Af því að í gildi var deiluskipulag sem að löngu er samþykkt. Burtséð frá öllu íbúalýðræði, mér langar auðvitað að vera vinur allra. Ég vildi óska þess að ég geti verið vinur allra. En það er bara ekki þannig. Ég þarf sem bæjarfulltrúi stundum að taka ákvarðanir sem ekki gleðja alla. Og ég veit ekki hvernig ég er ekki sérfræðingur í vindmælingum. Ég veit ekki hvernig hús á að snúa í lóð eða hversu hátt á að vera. Til þess eru fræðingarnir. En ég vona svo sannarlega til að það veri fundið lausn sem að einhverjir allavega geta unað við. En ég er ekki búinn að sjá hana og ég get alveg stutt að þessu verið vísað í bæjarráð. En ég er ekki búinn að sjá lausnina vegna þess að þarna eru hagsmunir til staðar. Það er búið að kaupa, það er búið að véla með þessa lóð lengi. Menn voru þarna að selja lóðir til þess að hámarka arð og þarna voru teiknaðar inn byggingar til þess að búa til fé og menn ætluðu að hafa út úr þessu gróða og fengu samþykkt deiluskipulagi í kringum það. Það að breyta slíku deiluskipulagi hefur auðvitað í för með sér skaðabótakröfu á bæinn sjálfa. Og ef við verum að tala um einhverjar 100 íbúðir, 120 íbúðir sem kosta 30-40 milljónir hver haldið að skaðabótakrafan gæti orðið á Reykjanesbæ? Sem að á nú ekki krónu með gatti þessa dagana. Þannig að við þurfum að hugsa þetta alla leið. Ég styð það að menn ræði þetta aðeins lengra, vísa þessu í bæjarráð, en ég er ekki búinn að sjá lausnina. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel, velkomin í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að taka undir orð Guðbrands. Hérna að ég er ekki að segja það að ég sé hrifinn af þessu skipulagi. Langt frá því. En ítreka það að það er eignaverð réttindi sem hér eiga við og þetta er ansi flókið mál. Að fólk gerir sig grein fyrir því. Og auðvitað er það ákveðin populisti hjá stjórnmálmönnum að koma hérna upp og segja að góð lausn er í fólkin og leggja ekkert fram hvað að gera í staðinn. Það er bara sagt, finnum okkur að góða lausn og vinnum saman. Hvað þýðir það eiginlega? Það er engin lausn á málinu. Það væri gaman að þeir sem tala svo hérna geti komið og sagt við ykkur sem búið í nálægð við þetta hús sem á að rísa, segja ykkur þá hvað þau vilja gera. Annað en að vinna saman, þannig að það er ekkert á bak við það. En þetta er löng saga og flókin saga og við sitjum uppi með skaðan því miður. Og ég ætla ekki að fara í einhverjar grafir og segja hverju gerðu þetta annars slíkt. En það er öllum ljóst á hverja vakt þetta var og hver átti þessar lóðir. Það vita það allir. Og annað sem ég langar að nefna líka sem ekki hefur komið fram, að það var aldrei komið athugasemd fyrir núna varðandi þetta skipulag. Á þeim tíma náttúrulega var bygging númer 3 ekki risin. En það var engar athugasemdir við þetta. Og þegar menn skoða þetta skipulag og kemur að ljós að það er margt stór skrítið að galla þarna, til að mynda Hafnargata 91 sem hérna hefur verið til umræðu, er mikið starra heldur en átt að vera samkvæmt skipulagi. Ég veit ekki af hverju það er. En þetta er stór skrítið hvernig við unnið að þessu máli, því miður, frá byrjun til enda. En ástæðis að við viljum vísa þess í bæjarráði til þess að skoða alla hluti kringum þetta, sjá hvað hugsanlega hægt er að gera og finna einhverja lausn, en ég er sammála Guðbrandi, ég veit ekki hvað svo lausn á að vera.
Þetta er eignaverðin réttur sem búið er að samþykja á lýðræðislegan hátt. Takk. Næstu tekur til máls Gunnar Þórarinsson. Gjörðu svo vel, Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég get auðvitað tekið undir það að skipulagið frá 2005 er ekki gott. Ég vil nú ekki ganga svo langt að segja að það hafi verið vont. En við skulum bara kalla það, fyrst að þið viljið það. Það eru auðvitað hefur sína galla, ég viðurkenni það alveg. En mér finnst alveg ástæðulaust að vera að gera vont verra. Það er til sem sagt gildandi skipulag sem að kaupendur lóðarinnar gátu gert sér grein fyrir og ekkert af því. Það að breyta skipulaginu er bara þjónkun við þá og ekkert annað. Næstu tekur til máls Margrét Sanders. Gjörðu svo vel, Margrét. Forseti, bæjarstjórn, ágætu gestir. Friðjón, þú tókst orðið af Baldri. Hann ætlaði að fara upp og ég þurfti að fara upp og svara þér. Sko, ég á sem sagt að koma tillögu núna hvað við ætlum að gera. Ég get komið með það allavega að það var farið að reisa af því að þú tala svo mikið hag verktakans og rétt verktakans. Það var farið að stað áður en farið var í grenndarkynningu breytingu. Það var fjölgað íbúðum töluvert og svo framvegis. Gunnar hefur bent á, Þórarinsson, að hugsalega þegar verið er að ræða bílastæðin að þá hafi menn verið að reikna bílastæðin í 91 eða jafnvel taka hluta götunni yfir eða taka hluta af akstursleiðinni og fara inn á þá lóð. Það eru atriði sem að þarf að skoða betur. Og ef það er þannig að menn vilja hverfa til gamla skipulagsins, þá verður bara svo að vera ef að menn hafa farið af stað án þess að hafa heimild fyrir því. En þetta er, og þess vegna var ég nú að segja við það áðan, frú populismi, ætlar að segja það, ég styð það, þetta verður fært til bæjarráðs til frekari skoðunar og það eru atriði sem við erum að skoða betur. Og hættum þessu hroka. Afsakið orðbragði, herra forseti. Ég biðja bæjarfulltrúum að gæta orða sinna hérna í pontu. Annars fyrir ég að nota hennar hamar hérna. Eru fleiri sem að vilja kveðja sér hljóðs undir þessum lið? Þá langar forseta með leyfi fundarins að segja nokkur orðum þennan lið. Hér hefur mikið verið talað íbúalýðræði og samskipti við íbúa. Ég vil bara taka það fram að þetta mál kom uppalega inn á borð bæjarráðs í sumar og það var bæjarráð, meiri hluti bæjarráðs og ég held að það hefur reynda verið samþykkt samhljóða að vísa þessu máli á þeim tíma í grenndarkynningu. Þannig ef einhver efast hug okkar sem hér sitjum þá er það ekki svo. Ég held að allir leggja sig fram til þess að reyna að hafa upplýsingarnar sem réttastar og bestar. Samskipti bæjarins við íbúa, samskipti bæjarins við bæjarfulltrúa eiga að vera góð og byggð á heiðarleika og sannindum. Og ég efast ekkert það að hér erum við með mál sem að frá mörgum hliðum lítur mjög skringilega út fyrir manni. Það hefur verið okkur þungt nú þegar, en ég vil benda á það er ekki búið að samþykkja þennan lið og nú er verið að leggja til að vísa þessu til bæjarráðs og bæjarráð mun að sjálfsögðu halda áfram að skoða málið frá öllum hliðum. Og að því sögðu þá ber ég upp þá tillögu að vísa þriðja lið í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs til bæjarráðs, þeir sem geta stutt þá tillögu með sinna skifumerki. Það er samþykkt samhljóða. Nú, næsta mál í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs
er 5. liður, Melás 9 og það er óskað eftir heimild að breyta einbýlishúsi í tvíbýlishús. Því er hafnað af umhverfis- og skipulagsráði og orðið er laust þann lið í fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Ég ber þá liðin undir samþykkt fundarins. Þeir sem geta samþykkt hennar lið vinsamlega skýða merki. Eru það samþykkja niðurstöðu umhverfisráðs? Já. Við erum að samþykkja höfnunina. Já. Þeir sem geta samþykkt höfnunina, afsakið, vel athugað. Og það er samþykkt samhljóða. Nú, þá ber ég fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs í heild sinni upp til samþykktar fyrir utan þann lið sem að vísa hefur verið í bæjarráð, en hún að öðru leyti kemur þá til samþykktar fundarins. Þeir sem að geta samþykkt hann að vinsamlega skýða merki og hún er samþykkt samhljóða. Næst á dagskrá fundarins er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 18. október 2018 og þar er sérstakur liður, 5. liður sem að ber að samþykkja sérstaklega og forseti les upp texta sem að snýr að samþykkt Reykjanesbæjar varðandi lánasjóð sveitarfélaga og lántöku Reykjaneshafnar. Og hann er svohljóðandi. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar hjá lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 25 milljónir króna til 6 ára í samræmi við samþykkt skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi er veitt samanber heimild í 1. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og veitir sveitarstjórnin lánasjóðunum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls láns þess ásamt vöxtum og verðbótum auk hvers kyns innheimtukostnaðar. Lánið er tekið til endurfjármögnunar afborgana af lánum Reykjaneshafnar sem fellur undir lánshæfi verkefni samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila í heild eða hluta, fram til þess tíma að lán þetta er að fullu greitt. Fari svo að Reykjanesbær selji eignarhlut í Reykjaneshöfn til annar opinberra aðila skuldbindur Reykjanesbær sig til þess að tryggja að samhliða yfirteki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sín í félaginu. Jafnframt er Kjartani Má Kjartanssyni kennitala 1405 61 48 79 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja fyrir hönd Reykjanesbæjar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar. Og þennan lið þurfum við að samþykja sérstaklega og er hann opinn til umræðu. En einhverjum sem vilja kveða sér hljóðsvarandi þennan lið? Friðjón Einarsson? Aðra liði? Það er bara þessi liður og þá ber ég hann upp til samþykktar og hann er samþyktur 11.0. Þá tökum við til við fundargerðina í heild og er Friðjón Einarsson búinn að kveða sér hljóðs nú þegar. Gjörðu svo vel, Friðjón. Herra forseti, takk fyrir. Mér langar aðeins að koma undir þessum lið, sérstaklega langar mig að nefna hérna nokkur atriði hjá höfninni. Það er fyrsta lið er talað um fjármál Reykjaneshafnar. Þar var farið yfir rekstur Reykjaneshafnar og líklega þróun hans til áramóta.
og þar kemur fram og samþykkt að lagt til að Reykjaneshöfn óski eftir því formlega við Reykjanesbæ að ákvæði í 3. grein í lánasamningi milli aðila frá 3. ágúst sérstakt framlag verið virkjað á yfirstandi rekstrarári. Flesti þekkja nú þetta að Reykjanesbæ þarf að leggja til fé til hafnarinnar og ég held að allir séu sammála því. Mér langar aftur á móti, það eitt mál hérna sem ég langar sérstaklega að nefna og við ætlum kannski að halda smá veislu og heiðra hafnarstjórann okkar en komið í ljós að á samgönguáætlun 2019-2033 gert ráð fyrir fjárframlögum úr ríkissjóði til framkvæmda í höfnum Reykjaneshafnar. Ég myndi klappa ef hægt væri en þetta fyrst skipti í ansi mörg ár sem að þessi ágæta höfn fær krónu frá ríkinu. Bara svona til gamans að þá að tala 5 milljarðar hafi farið til Húsavíkur í svipaða höfn en við erum þó að fá smáttir í núna. Þannig að ég vil bara sérstaklega þakka Halldóri hafnarstjóra fyrir hans vinnu að því að veit að þetta búið að vera mikil vinna við að fá þetta í gegn. Þannig að innilega til hamingju með það, hafnarstjóri. Takk. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir fundargerðum Reykjaneshafnar. Guðbrandur Einarsson, gerðu svo vel að vera komin í pontu. Forstin hafa kannski bara hreinu móttöktaskap sem ég stend hérna upp og ég veit ekki hvort ég vilji alveg fagna strax að því að þessi samgönguáætlun gildi til 2033. Þannig ég veit ekki hvort við erum að fá peningana 2019 eða 2033, þannig að ég ætla að klappa þegar peningarnir koma. Já. Það eru fleiri sem að kveðja sér hljóðs undir þessum lið dagskránar. Svo ekki. Þá ber ég fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 18. október 2008 til samþykktar til fundið þar sem við geta samþykkt fundargerðina vinsæla skeiði merki. Hún samþykkt 11.0. Næst það á dagskránni fundargerð fræðsluráðs frá 2. nóvember 2018 og forseti ætlar að byrja því að gefa Baldri Guðmundssyni bæjarfulltrúa orðið. Gjörðu svo vel, Baldur. Takk fyrir, virðulegi forseti, góði bæjarfulltrúar og aðri gestir. Við erum reglulega að tala Bítlabæinn, Keflavík og tónlistin hafi komið hérna frá Suðurnesjum og það hafi allt verið kanonum að þakka. Að þessi nærvera við varnarliðið hafi skilað svona mikilli tónlist. Ég vil alltaf efast það, ég vil meina að það þarf að vera einhver jarðvegur, þó þú hendir skíti yfir einhvern blett, þá ekkert sjálfgefið að það komi upp úr því einhver blómstur. Og því vil ég minnast mikils frumkvöðuls í tónlistarlífi okkar Suðurnesjamanna. Guðmundur H. Nordal. Hinn 31. október síðastliðinn lést Guðmundur H. Nordal og langaði með að minnast hans í nokkrum orðum þar sem hann markaði mjög djúp spor í tónlistarsögu Suðurnesjamanna. Guðmundur fæddur 29. febrúar 1928 og árið 1953 fluttist hann til Keflavíkur með fjölskyldu sinni, þá rétt 25 ára gamall og gerðist verslunarmaður í Þorsteinsbúð. Tónlistarlífið í bænum þótti þá fremur fábreytilegt og rislítið en með komu Guðmundar fór að draga til tíðinda. Guðmundur hafði mikinn áhuga á að efla tónlistarlífið í bænum og að ráðum Páls Ísólfssonar réðst hann í það verkefni að stofna kallakór, þar sem það þótti líklegast til að glæða áhuga bæjarbúa á tónlist. Og til að fá menn í kallakórinn þá fékk hann lögreglustjórann Einar Ingimundarson til að smala og það gekk mjög vel. Einar tók ekki þátt í kórstarfinu en hann skikkaði menn til að mæta á æfingar. Kallakórinn var stofnaður 1. des 1953 og stjórnaði Guðmundur kórnum fram til 1958. Fljótlega eftir komuna til Keflavíkur fór Guðmundur að kenna tónmennt við barnaskólann og gagnfræðaskóla Keflavíkur, en á þessum árum var það sjaldgæft að tónmenntakennslu væri yfir höfuð sinnt. Rúmum 2 árum eftir stofnun kallakórsins eða 15. janúar 1956 stofnaði Guðmundur lúðrasveit Keflavíkur.
af því honum fannst vanta lúðrasveiti í vaxandi bæjarfélag. Gengið var í hús til að fjármagna hljóðfærakaup, en einnig kom framlag frá bæjarfélaginu og nokkrum fyrirtækjum. Hins vegar var kunnátt á hljóðfæri takmörkuð og tók Guðmundur að sér að kenna þeir sem ekki hefðu fengið menntun á tónlistarsviðinu. Það þurfti ekkert endilega að kunna á hljóðfæri til að mæta í lúðrasveitina. Árið sem Guðmundur bjó í Keflavík lék hann með eigin dansljónsveit í bænum, hljómsveit GN, og lék fyrir dansi hverja helgi og stundum í miðri viku, oftast í Ungó en einnig í bíókjallaranum. Á þessum árum var engin formleg tónlistarkennsla á Suðurnesjum sem orðið á gerandi. En tónlistarskólinn í Keflavík var stofnað 1957 af tónlistarfélagi Keflavíkur sem þá var nýstofnað. Aðal hvatamenn að stofnun tónlistarfélagsins og skólans voru náttúrulega Guðmundur H. Nordal og Vigdís Jakobsdóttir píanókennari sem hafði kennt á píanó á heimili sínu. Guðmundur vildi ekki taka sér skólastjórn og var Ragnar Björnsson fenginn til að taka það starf að sér. Guðmundur var þó framkvæmdastjóri tónlistarfélagsins og tónlistarskólans næsta árin eða allt þar til hann fluttist á brott. Á næsta áratugum voru stofnaðir tónlistarskólar í öllum byggðarlögum. En hann var sem sagt frumkvöðull hérna á Suðurnesjum. Fáir tónlistamenn hafa skilað eftir sig stærri spor í tónlistarsögu Suðurnesja en Guðmundur H. Nordal. Koma þessa unga manns var sannkallað hvalriki fyrir tónlistarlíf bæjarins. Hann var allt í öllu í tónlistarlífi Keflavíkurbæjar á áratug sem upphaf mikilla grósku tónlistarlífs á Suðurnesjum. Áhrifa hans gætt á flestum sviði tónlistarinnar og afreka skráin ótrúleg. Ekki síst þegar haft í huga að maðurinn var innan við 30 þegar hann hafði áorkað öllu þessu. Ég legg því til að í minningu Guðmundar H. Nordal verði sett upp bara mynd til dæmis á honum í tónlistarskólanum þar sem að þessa afreka verður getið. Þetta á ekki að þurfa að kosta mikið. En ég vildi koma þessu og minnast þessa mikla frumkvöðurs. Takk. Forseta langar að þakka Baldri Guðmundsssyni bæjarfulltrúa sérstaklega fyrir minningarorðin og tek heilshugar undir þetta. Ég myndi vísa því til bæjarstjóra Kjartans Más Kjartanssonar en hann nú veikur heima blessaður þannig að við sendum honum góðar kveðjur. Enda sjálfur mikill áhugamaður tónlist og tónlistarmaður og fyrirverandi skólastjóri tónlistarskólans. Þannig að ég sannfærður það að Reykjanesbær mun taka undir þetta og við munum tryggja það að hans arfleið Guðmundar Nordals muni allavega hún haldi hér í sveitafélaginu. Nú, þá það fundargerð, þá höldum við áfram. Ég leyfði bæjarfulltrúa Baldri að koma upp áður en við hófum umræðuna varðandi fundargerð fræðsluráðs. Ef að forseti hefur verið óskýr þá leiðréttist það með. En mælendaskrá er opin fyrir fundargerð fræðsluráðs frá 2. nóvember 2018 og Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur hvað sér hljóðs gerð svo vel. Anna Sigríður. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, mér langar að byrja því að fagna úttekt á stöðu hvers leikskóla fyrir sig í Reykjanesbæ varðandi möguleika að bjóða 18 mánaða börnum leikskólavist. Þetta þjónusta sem að margir myndu líklega nýta sér eftir fæðingarorlof. Svo langar mér líka að nefna varðandi frístundaheimilin. Þá ánægjulegt að sjá að fræðsluráð hefur samþykkt skipun starfshóp sem hefur það hlutverk að útbúa handbók með viðmiðum faglegt starf á frístundaheimilum í Reykjanesbæ. Og það mikilvægt að nemendur á öllum frístundaheimilum fái svipaða dagskrá í daginn þegar skóla lýkur. Þessi starfshópur á að sinna eða á að vinna frekari stefnumótun í málefnum frístundaheimila og skoða kosti safnfrístundar, opnun frístundaheimila yfir sumartíma og samþættingu frístundar og íþrótta og tómstunda. Þetta voru einmitt áhersluatriði D-listans í vor að meiri samvinna yrði meðal frístundaheimila og íþróttafélaga. Hér bara tækifæri til að bæta skipulagt starf og aðstöðu fyrir börnin í okkar samfélagi. Takk. Forseta langar að taka með leyfi fundarins til máls undir einmitt þessum lið einnig og minna á þennan punkt sem að þarna kemur fram varðandi að skoða möguleikana á því að samþætta frístundir og íþróttastarf
skólastarf kannski meira og við sjáum það að þegar við skoðum hversu mörg börn í sveitarfélögum taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi, þá er það mjög misjafnt eftir hverfum. Við þurfum að velta fyrir okkur, þó svo að hér sé ekki lögbundna starfsemi að ræða, hvort að sveitarfélagið þurfa að koma meira að skipulagningu til þess að tryggja aðgengi barna jafnt eftir hverfum. Eru fleiri sem að kveða sér hljóðs varðandi fundargerð? Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Það er ýmsar áskoranir sem við erum að takast á við og meðal annars þetta að hvernig við getum virkjað unga íbúa okkar til þess að taka þátt í því sem er í leik og starfi, því sem er að gerast í samfélaginu okkar. Og við höfum auðvitað að rekja okkur á það að ákveðin hverfi eða íbúar í ákveðin hverfum er ekki eins duglegir að stunda tómstundir og íþróttir eins og við vildum vilja að væri. Og ég held að það geti verið að kenna eða eina ástæðan fyrir því er að það vantar meira upplýsingastreymi, það vantar að fylgja eftir. Þetta eru börn innflytjenda, börn erlendra eða erlendir íbúar sem að þurfa kannski aðstoð við að stíga sín fyrstu skref. Og það er verðugt verkefni að takast á við þetta og ég fagna því að þetta sé verið að fara að skoða það hvaða möguleika við höfum í að bæta þetta. Og eins vil ég bara eins og Anna Sigríður nefndi hér áðan taka undir og lýsa því ánægju minni með að þarna sé verið í lið 8 að skoða möguleikan á því að koma yngri börnum inn á leikskóla. Þetta var nú á stefnuskrá flestra flokka fyrir síðustu kosningar að lækka þetta aldursviðmið og við vitum leikskóla sem ekki eru fullir. Einhverjir leikskólar geta ekki orðið við þessu en aðrir geta það og það er bara ánægjulegt að geta verið að við séum hugsanlega strax á 9 ári að stíga okkar fyrstu skref til þess að uppfylla þetta kosningaloforð. Það kom Guðbrandi fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Nú ég ber þá fundargerð fræðsluráðs frá 2. nóvember 2018 til samþykktar undir fundinn, þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefið merki. Og fundargerðin er samþykkt 11:0. Þá er það 5. liður á dagskrá bæjarstjórnarfundarins og það er fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana 2019-2022, fyrri umræða. Og er einhverju sem að kveða sér hljóðs undir þeim lið? Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil nú skila góðri kveðju til Kjartans, hann er heima, hann átti að vera hérna þar sem ég stend núna og farið við fjárhagsáætlun. En við erum að leggja fjárhagsáætlunina fram núna, fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2019 til og með 2022. Og ætla ég að fara yfir helstu atriði þess og leggja svo til að fjárhagsáætlunin verði vísað til bæjarráðs. Mér langar kannski að byrja því að segja að það er langur ferill að búa til þessa fjárhagsáætlun. Þetta er búið að taka alltaf 10 mánuði, það er hafist handa strax í byrjun árs og gríðarlega margir starfsmenn hafa komið að þessu verkefni, fjármálasviðið, deildarstjórar og flestir forstöðumenn koma að þessu verki og þetta segja það að á síðustu árum hefur vinna við þessa áætlun Reykjanesbæjar gengið ótrúlega vel. Hún er fagleg, fólk er vinnusamt og það hefur sýnt sig að reksturinn á þessum árum hefur staðist, áætlun hefur staðist og ber verulega að fagna því hversu starfsmenn vinna þetta vel og fyrir það vil ég þakka. Annars ég vil nefna líka er að það eru breytingar í farvatni í efnahagslífi Íslendinga og það er óvissa framöndan á mörgum stöðum.
En það er jöfnuður í rekstri í Reykjanesbæ. Í fyrsta skipti í fjöldamörg ár er reksturinn komin í gott lag. Reykjanesbær hefur fengið þá einkunn að vera sjálfbær, eitt af fárra sveitarfélaga á Íslandi til framtíðar. Og við getum öll sömul í bæjarstjórn verið stolt af því að hvernig til hefur tekist og vonandi heldum við áfram á sömu braut. Það hefur verið góður andi í bæjarstjórn síðust ár með þetta verkefni og ég er reikinn af því hversu mikið samstarf hefur verið og lausnir hafa verið fundnar á öllum deilumálum og við höfum getað staðið vel saman. Og má segja að í kjölfari að þá hafi rekstur á öllum sviðum Reykjanesbæjar batnað og þá má segja að við eigum kannski bara eitt lítið verkefni fyrir höndum svo að allir verið komin yfir nullið og það er þá höfnin sem það er eftir. En við hljótum að redda því einhvern veginn á næsta árum. Mér langar aðeins að byrja á, þið hafið þetta nú fyrir framan ykkur, en mér langar aðeins að fara yfir forsendur, hvernig við erum að leggja þetta til og hvernig við erum að reikna þetta og hvað við erum að spá í. En hvað var það skatttekjur? Þá er áætlaður íbúafjöldi núna í lok árs 18.581 íbúi. Og eins og við vitum og hlökkum til að þá erum við að vera fjórastærsta sveitarfélag á Íslandi og við erum að fara skriða yfir Akureyri núna. Á næsta ári, 2019, gerum við ráð fyrir að hérna förum við 19.000 íbúa og við gerum ráð fyrir 3% fjölgun sem er kannski lægri kantinum við það sem hefur verið á undanförnum árum. En við viljum reyna að vera raunsa í þessu og það er svona smá óvissa eins og ég sagði áðan í efnahagsmálum. Samningar eru lausir og við vitum ekki alveg hvernig hlutirnir fara og hvað ástæða hefur efnahagslífið. Við gerum ráð fyrir óbreytt atvinnuleysi, ekki mikla breytingar á því. Aldurssamsetning íbúa, mjög hagkvæm fyrir okkur, hérna er meðalaldur lágur, með við mörg sveitarfélög. Við gerum ekki ráð fyrir breytingu þar. En stóra breytingin hjá okkur núna er að við erum að fara niður eins og mönnum er ljóst í útvarpshlutfalli. Við erum komnir úr auka álagningunni sem við settum á fyrir 4 árum síðan og förum niður í það sem flest sveitarfélög í Íslandi eru með, 14,52%. En það sem er kannski merkilegast í framtíðar er að við erum að lækka stöðulinn í fasteignaskatti og í þessari áætlun er lagt til að við förum niður 0,36% sem þýðir í raun og veru það að við erum í raun að klippa af þá hækkun sem orðið hefur á fasteignamati á þessu ári. Þannig að við erum að reyna að halda óbreyttri krónutölu á næsta ári sem annars hefði orðið 400-500 milljón krónum hærri en áætlað var. Þannig að við erum að reyna að efna kosningaloforðin. Það vildu allir flokkar gera þetta og vonandi gengur það eftir að eftirlitsnefndin samþykki þessa lækkun hjá okkur. Því að við erum uppfylla öll skilyrði hennar, öll skilyrði aðlögunaráætlunar og gerum ekki ráð fyrir að það veri vandamál því samfara. En þarna erum við að lækka rúmlega 20% álagninguna á fasteignaskatt. Annars sem ég vildi nefna hérna er að við erum með, eins og við vitum að þá er óvissa dálítið framundan, samningar eru lausir, spár hagvöxt hafa lækkað og við erum með launavísitölu inn í þessum áætlunum frá tæpum 6% og niður í tæp 5. Neysluvísitalan er aðeins lægri, 2,9 niður í 2,5% á þessum tíðanbili. Auðvitað vitum að þetta er mikil óvissu þáttur í fjárhagsáætlunargerðinni, hvernig launavísitalan verður. Við vitum ekki hvernig samningarnir fara, en við verðum þá að taka á því sérstaklega ef það verður langt umfram þetta. Annars sem ég vil nefna er að nefna sérstaklega hérna er forsendur yfir langtímaspár. Við erum að byggja, við erum með viðbætur við leikskóla, við erum að byggja nýjan grunnskóla og þetta þýðir gríðarlega fjárfestingar fyrir okkur og þetta er nú umfram það sem samið er í aðlögunaráætlun og en þar var talað grunnfjárhæð í fjárfestingum ætti að vera 300 milljónir
Við erum hér að leggja til að sú grunnfjárhæð fari upp í 450 milljónir ári næstu árin. En auk þess verði fjárfestingar í grunnskóla eru þær áætlaðar 3,1 milljón á næstu 2 árum, 3,1 milljarður á næstu 2 árum sem þá til að klára fyrsta áfanga. Þetta eru miklar fjárfestingar og við sjáum ekki að það veri vandamál að standa við þetta. Þetta er auðvitað dálítið breytingar á aðlögunaráætlun eins og með fasteignaskattinn en við erum að uppfylla öll skilyrði samningsins og leggjum því þetta til. Nú, ég ætla nú ekki að lesa kannski allt sem hér kemur fram en bið fólk að skoða það sjálft og við munum fara þá nánar yfir það í bæjarráði og næstunni en mér langar aðeins að nefna að samantekið í rekstrarreikningi á B-hluta að þá sjá menn það á blaðsíðu 5 að það eru miklar skatttekjur hafa aukist verulega og rauntölu 2017 og þar erum við að tala heildartekjur upp á 21,2 milljarð og við gerum ráð fyrir að á þessu ári aukist tekjur 600 milljónir í viðbót og verði 21 milljarður 826 milljónir. Á árinu 2019 gert ráð fyrir að þetta verði 23,5 milljarður og framundan síðan hægur vöxtur á tekjum. Gjaldahliðin aftur á móti vex að sjálfsögðu einnig en ég vil kannski fyrst og fremst fara í niðurstöðu án fjármagnsliða en þar mjög jákvæður afgangur hjá okkur sem gerir það að verkum að við stöndum undir öllum skuldbindingum og meðaltalan eða stefnan hefur verið svo að vera með niðurstöðu án fjármagnsliða eða EBITDA í kringu 15–20% og hefur það gengið eftir nú síðustu 2 ár og vonumst við að 2018 verði einnig þannig. Nú, á blaðsíðu aðeins að rúlla yfir, mér langar að fara aðeins yfir það sem skuldaviðmiðin hjá okkur en það á blaðsíðu 9 eru lykiltölur og þar á meðal skuldaviðmið en eins og þar kemur fram að þá gert ráð fyrir þessari fjárhagsáætlun að við séum á áætlun með við samning við eftirlitsnefndina og kröfuhafa og við verum komin undir 150% viðmiðið árið 2022. Það alveg ljóst að þessi fjárhagsáætlun sem hér lögð fram ber keim að því að hér var mikil fjölgun og nauðsynlegt að fjárfesta meira í innviðum heldur en nokkurn tímann var gert ráð fyrir örfáum árum síðan og við teljum það ekki hægt lengur að sitja kyrr hjá í fjárfestingum og þess vegna sjáum við það að skuldaviðmið hugsanlega hefði getað farið fyrr niður en við ætlum að nýta þennan tíma til 2022 til þess að bæta í fjárfestingar. Það kannski stærsta breytingin í þessari fjárhagsáætlun okkar en auk þess að lækka gjöld á íbúa og við hreykin af því. Nú, meira ætla ég ekki að hafa þessa fjárhagsáætlun og legg til að henni verið vísað til bæjarráðs. Næsti til máls bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir. Gjörðu svo vel, Margrét. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég hérna með nokkra fyrirspurnir varðandi fjárhagsáætlun árið 2019. Í fyrsta lagi í fjárhagsáætluninni að sjá aukningu skatttekna áætluð yfir milljarður. Miðflokkurinn óskar eftir sundurliðun vegna skiptingu þessar skatttekna. Í öðru lagi það svo að meirihlutinn hefur virkilega meirihlutinn ekki ákveðið að koma meira á móts við íbúa Reykjanesbæjar og lækka skattaprósentu varðar fasteignaskatt.
Lækkunin samkvæmt fjárhagsáætlun nemur 0,1% stigi sem í raun og veru sama skattheimta og var á árinu 2018. Það er ljóst á undanförnum árum hefur átt sér stað gegndarlaus hækkun íbúðaverðs sem bein áhrif á hækkun fasteignamats. Heimta fasteignaskatts því óbreytt og því mikil vonbrigði fyrir íbúa Reykjanesbæjar. Það stefna meirihlutans að halda íbúum í ofur skattlagningu. Í þriðja lagi gerir fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 ráð fyrir byggingu Stapaskóla. Ég gat ekki séð að svo væri en ég engin fjármálasnillingur en þið þá bara leiðréttið mig ef það er. En gerir þá meiri hlutin á þessu kjörtímabili ráð fyrir því að við munum komast undan eftirlitsnefnd sveitarfélaga af því gefnu tilefni að ráðist verði í byggingu nýs skóla. Í 5. lagi, í hluta B fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 gerir Reykjaneshöfn ráð fyrir komu Thorsil. Gerir meiri hlutin svara því hvaða forsendur liggja þar að baki. Í 7. lagi, í A-hluta fjárhagsáætlunar á blaðsíðu 11 kemur fram í langtíma kröfum að útistandandi séu rúmlega 2,2 milljarðar. Miðflokkurinn óskar eftir útskýringum hvaða kröfur sé hér að ræða. Ég vil að þetta sé bókað. Takk fyrir. Eru fleiri sem að kveða sér hljóðs? Guðbrandur Einarsson, gerð svo vel. Þið komin í pontu. Virðulegur forseti, við erum hér að ræða áætlanir sem eiga að gilda fram til þess tíma sem við höfum reiknað með að losna við þessa svokölluðu eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. En það var þannig að hér á Íslandi voru sett lög 2012 sem skikkuðu sveitarfélög til þess að vera innan ákveðins fjárhagslegs ramma sem að Reykjanesbær var svo sannarlega ekki. Og við vorum í þeirri stöðu 2014 að þurfa að fara undir umsjá nefndarinnar og þar með ráðherra og fengum eingöngu heimildir til þess að gera ákveðna hluti og aðra ekki. Við erum búin að vera í þessum samningi áttum við að ná þessum viðmiðum sem að lög gerir ráð fyrir 150% skuldaviðmið í árslok 2022 og við höfum verið á þeirri vegferð síðan. Snúið á köflum en hefur verið að skila árangri. Við erum að sjá þetta skuldaviðmið lækka. Þetta fór nú hæst held ég á einhverjum tímapunkti í 340 eitthvað. Nú komið samkvæmt þessari áætlun geti þetta verið eitthvað staðar í kringum 170 og þetta er löng leið, erfið og við getum ekki gert allt fyrir alla. Við þurfum svolítið að sníða okkur stakk eftir vexti. Okkur var uppálagt í viðræðum við kröfuhafa að setja viðbótarálag bæði á fasteignaskattinn og síðan á útsvarið sem að við urðum að gera til þess að fá einhverja að borðinu til þess að ræða við okkur og eftirlitsnefndin ekkert alltaf ánægð með að við séum að lækka hér álögur á íbúa. Þeir vilja bara að við klárum þetta helst á einu ári. Ég get alveg sagt að hér að eftirlitsnefndin hefur ekkert verið hrifin af því að við verðum að fara að byggja skóla fyrir marga milljarða á sama tíma og við erum að glíma við þennan skuldavanda. En við höfum sagt við ætlum ekki að flæma íbúana burt úr bænum. Við ætlum að veita sambærilega þjónustu hér og veitir annars staðar. En við vildum auðvitað gera meira, okkur langar til að gera meira. Það eru fullt af verkefnum sem bíða okkar sem við bara verðum þá að eiga inni og gera þá þegar að staðan er orðin slík að við getum leyft okkur þann munað að fara hér í verkefni sem ekki eru lögbundin en eru svo sannarlega þörf.
Við tölum hér gervigrasvelli, íþróttaaðstöðu, aðstöðu fyrir eldri íbúa, hærri tómstundastyrki, leikskóla fyrir 18 mánaða allstaðar. Það er fullt af verkefnum sem býða okkar. En Rómar ekki býða á einu degi, þannig að við skulum bara taka eitt skref í einu. Við erum búin að setja okkur markmið og markmiðin eru þessi að komast undir þessi fjárhagslegu viðmið árið 2022 og þangað stefnum við. Það er gott að það komi svona spurningar eins og komið frá Margréti áðan. Við getum þá skoða þær á milli umræðina í bæjarstjórn sem að forseti mun væntanlega vísa á eftir til umræði í bæjarstjórn. En við getum þá tekið þetta inn á dagskrá bæjarráðs á milli umræðina í bæjarstjórn og afla svara við þessu. En ég áttaði mig ekki alveg á því að við vorum að lækka hér fasteignaskattum 0,1%. Af því að þegar ég skoða 36 á móti 46, þá fæ ég að 36 séu 78% af 46. Þá vorum við að lækka þetta 22% með það. Þannig er það bara. Þannig að en við fáum auðvitað svöru þessu og það er ýmislegt sem við getum auðvitað verið að tína til. Sveitasjóður er að bólna, það er að koma hérna fjöldi íbúa og allir óska eftir þjónustu og eiga rétt á henni. Við þurfum að ráða fleiri kennara, við þurfum að ráða fleiri félagsráðgjafa, við þurfum að ráða fleiri sálfræðinga, við þurfum að sinna börnunum okkar samkvæmt lögum. Og það verður ekki hjá því komist. Og þess vegna ætlum við að byggja nýjan skóla. Hann kostar alveg fullt af peningum. Einhverjir segja 4 milljarða, 5 milljarða. En í alvörunaráætluninni fengum við bara heimild til þess að byggja fyrir 3,1 milljarða. Og við erum nú búin að nýta það í eitthvað annað. Hluta af því, en við erum búin að vera sparsöm og höfum haft hagnað eða jákvæða afkomu af reksturinn síðastliðin ár. Þannig að við eigum möguleika á því að halda áfram að fjárfesta þrátt fyrir að eftirlitsnefndin telji að við eigum að gera eitthvað annað. Þannig við munum auðvitað að leggja það bara fyrir eftirlitsnefndina að við fáum að halda slíkum fjárfestingum áfram. Og eins og bæjarfulltrúi Friðjón nefndi hér áðan, þá erum við að auka í fjárfestingar á hverju ári úr því að vera 200 milljónir þegar við byrjuðum í sókninni í það að vera í kringum 450 milljónir á næsta ári. Og þetta er í raun og veru bara eðlilegt að gera vegna þess að við erum að afskrifa fyrir 500 milljónir. Og við erum þá ekki að einu sinni að halda í eignastöðun okkar ef við fjárfestum ekki fyrir afskriftum. Þannig að það er eðlilegt að við horfum á þetta svo framalega sem við höfum til þess fjármagn. Og með að við þann fjölda íbúa sem að hér hefur sest að, þá eigum við möguleika á þessu. Og vonandi gengur það bara upp. Við höfum náð því með hjálp starfsmanna Reykjanesbæjar að fylgja þeim áætlunum sem voru settar. Menn hafa verið mjög passasamir að fara ekki fram úr sér í útgjaldaaukningu. Það eru búið að stíga mörg skref, sum fín og önnur erfiðari. Hér var ráðinn innkaupsstjóri sem að hjálpaði okkur til með að spara talsvert í innkaupum. Þannig og margir tók á sig ýmislegt til þess að láta þetta ganga upp og það hefur gengið upp. Sem betur fyrir hefur það gengið upp. Og við sjáum bara með þessa áætlun sem er að gilda þennan fram til ársins 2022 að við munum uppfylla þau skilyrði sem búið er að setja okkur sem sveitarfélags að komast niður fyrir 149%, 150%. Þannig að við erum á góðri leið. Og mér langar af þessu tilefni að leggja fram örlitla bókun frá meirihlutanum sem er svohljóðandi: áframhaldið á sömu braut. Fjárhagsáætlun 2019 og 3 ára áætlun bera þess merki að áfram er unnið samkvæmt aðlögunaráætlun. Með það markmiði að uppfylla þær fjárhagslegu skyldur sem sveitarfélaginu ber að uppfylla. Gert er ráð fyrir jákvæðri afkomu sveitarfélagsins á næsta ári upp á rúman 1,1 milljarð hjá samstæðu og 134 milljónum hjá bæjarsjóði. Þetta gerir það að verkum að skulda við miðferð úr 181% í 175%
og mun halda áfram að lækka. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði eða EBITDA verður 23% sem skilar jákvæðri rekstrarniðurstöðu þrátt fyrir að vaxtagjöld séu 2,5 milljarðar. Það ljóst að mikil fólksfjölgun eykur á þörf sveitarfélagsins til fjárfestinga og því mikilvægt að fjárhagslegum markmiðum verði náð eins fljótt og kostur er, en í síðasta lagi í árslok 2022. Má þar nefna mikla fjárfestingu vegna Stapaskóla og annarra skólamannvirkja. Einnig er ráðgert að hefja vinnu við að koma fráveitumálum í viðunandi horf. Með þessari fjárhagsáætlun er lagt til að lækka skattprósentu fasteignaskatts úr 0,46% í 0,36% til þess að mæta mikilli hækkun sem varð á fasteignamati. Með þessu er reynt að koma í veg fyrir auknar álögur á íbúa vegna þessara miklu breytinga en uppfylla samt skilyrði aðlögunaráætlunar 1750 milljón króna tekjur af fasteignaskatti. Þetta er þó háð samþykki eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga og mun bæjarstjórn fylgja því eftir með nefndinni næstkomandi þriðjudag. Næstu tekur til máls Friðjón Einarsson. Gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti, kærar þakkir. Mér langar aðeins að vegna fyrirspurnar sem hér var lögð fram, þá langar við munum svara þessu sérstaklega, en mér langar aðeins að nefna nokkur atriði í því. Varðandi sundurgreiningu, þá er á blaðsíðu 15 yfirlit yfir sundurgreiningu á tekjum og málaflokka yfirlit sem allar þessu upplýsingar liggja fyrir sem hægt er að sjá í gögnunum sem þið fenguð. Það var fyrst spurning. Spurning 2 var skattpíning. Nei. Við erum með aðlögunarsamning við eftirlitsnefndina aðlögunar áætlun og það er gert ráð fyrir ákveðinni krónutölu sem við verðum að skila í fasteignagjöldum sem við erum 1780 milljónir og við erum að stefna því að halda okkur við þá krónutölu í stað þess að krefja íbúana eins og óbreyttur stöðull hefði gert eitthvað á annan milljarð. Þannig að við erum að lækka með það sem við hefðum geta gert skattpíninguna eins og bæjarstjóri nefndi upp á 300-400 milljónir og við verðum að halda okkur við þann samning sem við gerðum og það er 1780 milljónir og þess vegna erum við að gera það. Þetta er með því lægra sem sveitarfélag á Íslandi rukka, svo það sé líka sagt. Og við höfum þá Reykjanesbær hefur þá lækkað úr 0,5 í 0,36 sem er rúmlega 36% á einu ári og geri aðrir betur. Þannig að það er skattpíning, nei. Stapaskóli, já. Á blaðsíðu 4 í gögnum sem þið hafið er talað fjárfestingar á næsta og þarnæsta ári og það er Stapaskóli. 400 milljónir í ár, áætlað 1600 næsta ári held ég að verið á 1500 árið eftir. Það er semst fyrsti áfengi Stapaskóla. Já, við ætlum að byggja skólan. Það er ljóst. Thorsil, eftirlitsnefndin nú er 4. Hvað var fyrirspurn númer 4? Já, takk fyrir hérna. Já, við, eins og ég kynnti áðan, þá ætlum við að halda áætlunina og við gerum ráð fyrir að vera komin undir viðmiðið 150% 2022, eins og samningurinn gerir ráð fyrir og við stefnum á að gera það. Ef við getum gert það fyrr, þá gerum við það og það getur vel verið að það gerist. Það er margt að gerast núna í kringum okkur jákvætt fyrir Reykjanesbæ og hver veit hvað verður, en við mögum heldur ekki flýta okkur á mikið, en þá erum við að pressa mikið á íbúana. Ef við til dæmis hefðum ekki lækkað fasteignagjöldin, þá hefur við kannski getað komast fyrr, en við ætlum að reyna að hlífa íbúum við þessu. Númer 5, Thorsil. Það er þannig með fjárhagsáætlanagerð að hún á byggja á einhverjum föstum hlutum, ekki væntingum eða tilfinningum,
og okkur er skylt að telja fram tekjur sem eru í áætlun, samningar sem búið er að gera, sem við gerðum fyrir mörgum árum síðan, og þess vegna er Thorsil tekjur vegna og kostnað vegna Thorsil talin fram. Já, það er bara lögum samkvæmt. Langtímakröfurnar sem eru hugsanlega peningar í kassan hjá okkur, það er tvennt sem ég vil taka það fram. Það er annars vegar Houses eða fasteigna Reykjanesbæjar. Við lögðum inn hlutafé, Reykjanesbæjar lagði inn hlutafé inn í Houses sem væntanlegt sem við eigum þar, og hitt er svokallað Magma skuldabréf, en eins og kunnugt er að þá eru fyrir rúmum 2 árum gerðum við samkomulag hækkun veðþekju á Magma skuldabréfinu og erum að vænta þess að það veri jákvæðar fréttir vegna sölu á þessu bréfi eða hlutnum sem við höldum á hugsanlega. Ég ætla nú ekki að hafa stór orð það en það gæti verið góð jólagjöf handa okkur. Þannig að þetta eru þá þær kröfur sem við erum að tala sem eiga að skila peningum í kassan. En ég mun láta taka þetta saman skriflega þannig að þessum upplýsingum verður komið til skila. Næst tekur til máls Margrét Sanders, gjör svo vel Margrét. Virðulegi forseti, bæjarstjórn og góði gestir. Mig langar að byrja á því að þakka öllum þeim sem kom að gerð fjárhagsáætlunarinnar. Guðmundur Kjartansson, ráðgjafi, sem hefur verið ómetanlegur í þessu starfi, fjármálasviðið, sviðstjórar og þeir sem komu að þessu nefndir og fleira. Það er alveg ljóst að þegar maður kemur nýr inn að þá getur maður gjörsamlega verið óþolandi og alltalandi. Eilíft að spyrja og spyrja og spyrja og spyrja og ég þakka ykkur öllum þolinmæðina. Það er og einnig þessi viðbótargögn og svo aðeins meiri viðbótargögn og ég veit að þetta getur verið ansi pirrandi en aldrei fann ég það hjá ykkur og bara takk fyrir það. Það sem að mig langar til að byrja á að segja áður en ég fer yfir það sem að mig langar til að fara yfir hér er að mig langar að ítreka áhersluatriði D-listans í sambandi við fjármál og stjórnun, að D-listin styður meirihlutann í að eitt af forgangsmálum sé að ná lögbundnu skuldaviðmiði árið 2022. Það er algjör forsenda, en það er engin ástæða, og ég tek undir með meirihlutanum, það er engin ástæða til þess að ná eða fara undir þetta skuldaviðmið fyrir árið 2022. Málið er að 25% nemenda grunnskólan okkar eru innflytjendur að erlendu bergi brotin. Það þýðir það að það eru miklar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Eitt af því sem við höfum verið að ræða í bæjarráði og á fleiri stöðum að það er virkileg áskorun hvernig, eins og var nefnt áðan undir fundargerð fræðsluráðs, hvernig náum við þessum börnum og úlingum í íþrótta- og tómstundastarf. Við horfum á 2 stór íþróttafélög í bænum okkar, knattspyrnudeildin í Keflavík og körfuknattspyrnudeildin í Njarðvík, svo eitthvað sinnum, algjörlega sprungin og fórna höndum þegar við biðjum þau að taka fleiri og fara í átak að fjölga iðkendum. Þannig að við vitum að þarna eru innviðir sem við þurfum að huga að. Aftur gerir mér algjörlega grein fyrir lögbundnu skuldaviðmiði og við stöndum saman þar. Það sem við erum að horfa til, sem ég ætla ekki að þora að nefna en Friðjón nefndi, og ég nefna alltaf Magma-bréfin, það fer enginn á eyðslufyllir í þráttur við einhver Magma-bréf sem var að koma, en aftur þá vil ég samt ítreka það að það er akkurat engin ástæða til að fara undir skuldaviðmiði fyrir árið 2022, annars erum við bara að búa til gríðarleg félagsleg vandamál í sveitarfélaginu. Ætlum við virkilega að láta eða ætlust til þess að þessi 25% innflytjenda að þau séu utanveltu, þau stundi ekki íþróttir, þau stundi ekki tómstundastarf, þetta er ekki alveg svona dramatískt en lítill hluti. Við erum ekki sátt við það. Þannig að við þurfum að breyta því. Algjör smáatriði, segja sumir, það sem ég ætla að nefna næst, eru strætóferðir. Ég hef þá skoðun að það er ekkert sem er frítt.
Það er alltaf einhver sem borgar. Samt og oft er eins og með skólamáltíðir og annað umræðan það hvort það eiga að vera fríar, þá bera menn ekki virðingu fyrir því og annað. Þetta eru sömu rök og ég hef sjálf verið að segja sem meirihlutinn hefur notað þegar ég hef spurst fyrir strætóferðirnar og að við séum að rukka í strætó fyrir börn sem eru yngri en 18 ára. Meðan að sveitafélagið okkar eins og það mjög dreifbýlt í rauninni og miklar vegalengdir á milli, flestir eða mjög mikið af sérstaklega eldri börnum þurfa að nota strætóferðina til þess að fara í íþrótt- og tómstundastarf og síðan erum við með fjölbrautaskólanema 16 til 18 ára, 15 til 18 ára jafnvel, sem eru að fara í skólan. Þá svíður mér þetta að það þurfa að borga fyrir það. Þó það kostaði 100 kall á ári. Þetta eitthvað réttlætismál sem trufla mig, þannig að ég hef nefnt þetta en þá ég að tala strætóferðir fyrir börn yngri en 18 ára. Það sem ég langar til að nefna varðandi fasteignaskattana, að þar vil ég aftur þakka fjármálasviðinu fyrir frábæra samvinnu í útreikningi á hvað getum við gert til þess að hækka ekki fasteignaskattana og vera með ofurskattheimtu, skattpíningu, þannig að sem Bubbi orðaði þetta réttilega og vel áðan að ef við höldum svona áfram þá flýja bara íbúar okkar sveitafélagi. En þetta ekki, og ég vona að einhverju eftirlitsnefndinu sé að hlusta, þetta ekki lækkun. Þetta ekki lækkun, þetta lækkun af prósentu já, en þetta 3% hækkun heilt yfir, sem að í sjálfum sér eðlileg hækkun og ég skil að við munum og ég stend með þessari lækkun núna á skattaprósentunni út af skuldaviðmiðinu, en við þurfum að lækka það enn frekar leið og við höfum svigrúm til. Við höfum rætt og ég ætla ekki að upphefja sjálfa mig í því, við höfum rætt að við þurfum að skoða betur prósentuna eða fasteignamatið á atvinnuhúsnæði og vera viss það að því að við teljum að þar sé ekki óeðlileg hækkun á fasteignasköttum en við viljum vera viss og fjármálasviðið að skoða það. Því að ef svo að fasteignamatið á atvinnuhúsnæði hefur hækkað gríðarlega, þá verðum við að skoða lækkun þar en það þýðir að það þarf að vera flutningar á milli liða. Það mjög ánægjulegt að skuldaviðmiðið sé komin í 176%, enda það eitthvað sem við eigum algjörlega að standa með, að lækka niður fyrir 150% fyrir lok árs 2022, en þetta megin ástæðan hækkun á tekjum, en auðvitað má þakka það sem að vel gert, að menn eru ekki að eyða og hlaupa til og eyða öllu eða eyða meira og sem verður síðan til þess að skuldaviðmiðið lækkar ekki. En þetta gríðarlega aukning á teknum sem ber að fagna. En að öðru leyti vil ég ítreka þakklæti mitt til starfsfólksins og nefndana fyrir vel unnin störf í vinnslu fjárhagsáætlunar. Takk. Næstu tekur til máls Gunnar Þórarinsson. Gjörðu svo vel, Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarstjórar og gestir. Ég vil nú bara lýsa ánægju minni með það að þessi fjárhagsáætlun stenst svona helstu væntingar, ýmislegt þar sem samt sem áður sem verður að gera athugasemdir við. Það fínt og gott að menn séu aðalsamir,
hugsi það að eyða ekki of. Og það gert hér. Þess gætt að gangi ekki út fyrir mörkin. Nú, enga síður, þó að þetta lofi allt saman mjög góðu, og vil bara lýsa ánægju með þetta og vil þakka þeim sem hafa staðið að þessari gerð fjárhagsáætlunar. Það ætla ekki að tiltaka neinn upp þar, það bara fjármálasviðið hefur staðið sér vel. Það hins vegar ástæða til þess að geta þess að það ákveðin óvissa í farvatninu. Margt sem að getur raska þessum spám sem að hér eru lagðar fram. Í fyrsta lagi þá auðvitað kjarasamningar í farvatninu. Kjarasamningar þar sem að forysta verkalýðshreyfinganna og þeirra sem að véla launamálin á þeirra vegum hafa lagt fram gífurlega kröfur. Hvar það endar veit maður ekki, en þannig gífurlega óvissa. Ljóst að í farvatninu mikil hækkun að því virðist. Nú, í öðru lagi, þá höfum við orðið var við það núna undanfarna daga að það að vera breytingar á flugþjónustu hérna á flugvelli, þar sem að 2 félög að draga sig saman. Það liggur í augum uppi að mínu mati að það mun fækka flugvélum sem þjónusta þarf. Það alveg augljóst og fluggjöldin munu hækka. Það hefur væntanlega, ég vil nú ekkert fullyrða það, en væntanlega gera það að verkum að það fækka starfsmönnum, óhjákvæmilega. Og þeir starfsmenn munu annarkvort fara eitthvað annað hér á landi eða fara aftur heim til sín og skapa þannig ekki tekjur til sveitarfélagsins. Það eru líka aðrar athugasemdir. Það hefur verið ýjað að því að Thorsil væri ekki að koma, þó að það sé hér í áætluninni. Nú vil ég bara spurja, ég hélt að það væri stefnan hjá þeim flokkum flestum sem í meirihluta að hafa íbúakosningu meðal annars áframhald Thorsils í kísilverksmiðjunni Thorsil. Ég vil bara spurja, það úr sögunni? Ef svo að það eigi að fara í íbúakosningu, þá það líka ákveðin óvissa. Maður veit ekki hvernig það endar. Nú varðandi fasteignaskattana, þá það auðvitað alveg augljóst að þeir eru að hækka hjá fólki. Fasteignamatið hefur hækkað talsvert á núna liðnum árum og hækkar enn á næsta ári. Mér sýnist að skattheimtan að þessu leyti sé krefjandi fyrir fólk. Fólk áttar sig ekki á því að flestir þeir sem að kaupa húsnæði í dag að taka stór lán og hafa gert ráð fyrir því að fá vaxtabætur, en með því að eignir hækka í verði, þá missa þeir það. Þannig að við stöndum frammi fyrir þeirri áskorun, erum við til í að stoppa það af að fólk í raun og veru brenni inni með einhverjar stórar skuldir sem að kostar það að menn verða að skilja eftir húsnæði einhvers staðar, gjaldþrota, og flytja þá eitthvað annað.
þetta er svona ákveðin ótti við það sem getur gerst að þessu leyti. Nú, ég ætla nú ekki að fara að tíunda eitthvað sem að mér finnst ekki skipta meginmáli. Ég er til dæmis mjög hlynntur því að íþróttahreyfingin fái tækifæri til þess að þróa með einhverjum hætti með okkur samgöngur fyrir sitt fólk sem er að stunda íþróttir. Og það á að vera hægt, það er gert víða hér á landi meira að segja. Og sé svona ákveðna möguleiki í því að taka þá með í því að finna leið til þess að gegna því hlutverki sem við eigum að gera og íþróttahreyfingin að bjóða öllum að taka þátt í íþróttum. Og það með því að fá sem sagt einhver stuðning fyrir íþróttahreyfinguna til þess að koma þessu fólki á æfingar á sínum vettvangi. Nú varðandi íþróttirnar yfirleitt að þá eru þetta ýmsar áskoranir fyrir hendið að við þurfum í raun og veru að halda áfram að byggja upp aðstöðu fyrir íþróttahreyfinguna. Það er stórmál. Ég skil vel að það er ekki hægt að gera allt, en við þurfum að undirbúa þetta. Undirbúa það að það verði farið í framkvæmdir. Það þarf að leggja einhverja peninga í það, en slíkt tel ég að vera óhjákvæmilegt. Þess er ekki hvergi getið hérna, en kannski geta mig gert grein fyrir því að það sé gert ráð fyrir því, ég veit það ekki. Kemur í ljós, ég bara spyr. Nú, það er auðvitað ánægjulegt ef að þetta myndi nú standast, að þá værum við að uppfylla allar skyldur sem við höfum gagnvart eftirlitsnefndinni. Við myndum ná skuldaviðmiðinu fyrir tilskilinn tíma, gott og blessað. Ég tek undir með Margréti Sandnes að það er auðvitað ekkert skilyrði ef að við erum að fórna hagsmunum íbúanna þannig að við verðum bara lægra sett sveitarfélagi einhvern veginn, að þá er það ekki gott. Hvorki fyrir íbúanna né börnin þeirra sem að þeir eru alveg upp. Það er bara stór hættulegt. Og ríkisvaldið verður bara hreinlega að gera ráð fyrir því að það sé eitthvað svigrúm. Ég er hlynntur því að reyna hvað við getum, en það verður alltaf slá ykkur að varnagla. En ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri, ég vænti þess að við förum vel yfir þetta í bæjarráði og já, gerum okkur grein fyrir hverjum á breyta þarna. Nú með leyfi fundarins vill forseti segja hérna nokkur orð varðandi það sem að síðasti ræðumaður var að fara yfir. Nú vissulega er það rétt hjá bæjarfulltrúa Gunnari Þórarinssyni að það eru ýmsar blikur á lofti, getum öll tekið undir það. En hvernig við getum mætt því sérstaklega í fjárhagsáætlun sé nú ekki svipinn, ég held hún sé svona nokkuð raunhæf. Auðvitað er gott að hafa borð fyrir báru og ég held við séum ekkert að fara fram úr okkur í þessari áætlun. En út af því að hann myndist nokkur sinnum á þetta orð óvissa og myndist meðal annars á þessa kísilverksmiðju Thorsil. Það er auðvitað mjög sérstakt fyrir bæjarfélag og bæjarbúa að vera með óvissu hangandi yfir sig varðandi verkefni svo Thorsil sem eru upp á marga milljarða króna núna á 10. ár.
Þeir koma fyrst með þessar hugmyndir 2008 og ennþá er engin Thorsil-verksmiðja. Og auðvitað fara hlutirnir upp og niður á þessu tímabili, við verðum fyrir hruni, efnahagsástandið lagast auðvitað hérna verulega. En það eru ennþá samningar við Thorsil og ómögulegt að segja hvernig það mál fer. Allavega ekki getum við tekið mið af undanförnum 10 árum til þess að gera okkur grein fyrir hvernig við getum áætlað það. En það hefur verið mín skoðun og margra annara að komi til þess, þá verður reynt að tryggja aðkomu íbúanna að slíkum stórum ákvörðunum. Ég held að ef að kemur til þess, sem ég svo sem veit ekki, þá munum við þurfa að taka afstöðu til þess. En Gunnar myndist líka réttilega hérna á íþróttamálin sem honum eru hugleikin eins og okkur mörgum öðrum. Og það er gaman að sjá eins og svo oft áður í starfi bæjarins og nefnda bæjarins hvað er mikill samhljómur innan og meðal þess fólks sem að tekur þátt í nefndastarfi og kemur að þeirri starfsemi sem að við erum að reyna að tryggja hérna fjármagn til næstu ára. Og eitt af því sem að hefur komið upp í kosningabaráttunni og kemur reglulega upp er forgangsröðun varðandi uppbyggingu í íþróttamálum. Og við erum Reykjanesbær íþróttabær og við viljum vera það. Og ég held sem ég brýnt að það sé farið strax í þá forgangsröðun, þannig að þegar við höfum tækifæri til, fjármagn til, þá sé samhljómur það hvernig við eigum að byggja upp. Hvar við eigum að byggja upp, þannig að nýti sem flestum. Og íþróttafélögin okkar halda áfram að vaxa og dafna. Við getum tryggt aðgengi. En ég vil, að því sögðu, þá vil ég líka minnast á það að íþróttamálin falla ekki undir lögbundna starfsemi bæjarins og við forgangsröðum í átt að velferð og setjum á oddinn að reyna að tryggja þá þjónustu sem okkur ber. Að þessu sögðu þá gef ég orðið laust varðandi hennar lið. Eydís Hansi Pétursdóttir, gjörðu svo vel. Velkomin í pontu. Forseti og ágætu gestir, ánægilegt að heyra þig tala þetta, Jóhann Friðrik, að við þurfum að tryggja lögbundna þjónustu og við erum auðvitað íþróttabær eins og minnst hefur verið á, en þannig að það eru ný lög félagsþjónustu sem þar ríkir gríðarlega óvissa. Það er mjög óljóst hvaða fjármagn fylgir með ríkinu og fylgir frá ríkinu með þessum verkefnum sem að færast yfir til sveitarfélagana. Þannig að það þarf líka að fara varlega hvað það varðar. Þannig að við getum sinnt þeirri lögbundu þjónustu og tekjast á við ný hlutverk þar. Fleira var það ekki. Takk fyrir. Eru fleiri sem að vilja kveðja til hljóðs? Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, svona aðeins í lokin þá vil ég þakka öllum fyrir hlý orð ykkar í garð starfsmanna Reykjanesbæjar. Það má segja það að þessi vinna eins og ég nefndi í upphafi síðustu 10 mánuðir eða í byrjun árs er þeim til sóma og gott að heyra hvað það er vel með þetta bæjarfulltrúum. Ég líka aðeins taka undir það sem Eydís var að segja hér, bæjarfulltrúi Eydís, við vorum að hlusta fyrir bæjarstjórnarfundinn á ný lög og félagsþjónustu og það er ljóst að það getur orðið mikla breytingar þar, kostnaður ekki fyrir sveitarfélagið. En leið þá vil ég segja það að þeir sem hér hafa talað aukinn hlut íþrótta, ég myndi leggja til að menn skoðu dálítið þessa fjárhagsáætlun sem hefur verið að leggja þér fram og hvet þá sem vilja veg íþrótta að koma fram með tillögur hvernig við getum komið að því máli og gert breytingar á þessari fjárhagsáætlun á einhvern hátt. Það væri bara mjög jákvætt ef menn væru til í að skoða það. Menn eru komið tillögur útgjaldaaukningu og við þurfum einhvers staðar að finna þá peninga til þess. En svona í endan þá langar mig að nefna það að það er ekki það hefur aldrei áður sést svona tölur eins og við höfum verið að tala hérna í fjármálum Reykjanesbæjar. Framleiðin hjá okkur árið 2017 var 24%.
í samanteknum rekstri á B-hluta. Gert ráð fyrir 23% framlegð á þessu ári, 23% á næsta ári og þannig eru næstu árin hjá okkur. Rekstrarniðurstaða er jákvæð öll árin, frá 5–6% á hverju ári eftir fjármagnsliði. Veltuvið frá rekstri er jákvætt öll árin. Allar lykiltölur sem við getum talið upp í ársreikningunum eru jákvæðar og ef við ættum að horfa aftur og bak 4–5 ár, þá var þetta allt neikvæðar tölur. Þannig að ég held að við höfum aðeins að vera ánægð með það sem við höfum verið að gera öll saman. Þetta hefur verið samstillt átak allra bæjarfulltrúa og ég vil þakka kærlega fyrir það og vona það að það verði svo áfram í þessu. Takk fyrir. Guðbrandur Einarsson hefur kvætt sér hljóðs, gerðu svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, öllum áætlunum fylgir einhver óvissa. Það er alltaf eitthvað þannig að það er ófyrirséð og þurfum að taka einhvern séns. Hér er rétt til að benda á að það getur ýmislegt verið að gerast það eru blikur á lofti. Þessi svokallaða verkalýðshreyfingar að fara fram með kröfur sem ekki hafa sést áður eða lengi. Hvernig það endar veit enginn. En í okkar áætlunum hefur verið að gera ráð fyrir launakostnaðarbreytingu upp á 5,9%. Hvort að hún dugir, það veit enginn. Það er líka óvissa varðandi Thorsil. En það er fyrirliggjandi samningur sem að menn hafa ekki rift honum með einhverjum hætti. Það er gert ráð fyrir í þessu að það séu eingreiðsla upp á 970 milljónir fyrir lóðakaup en á sama tíma þurfum við að framkvæma hátt í 600 milljónir og ef að Thorsil kemur ekki þá þurfum við ekki að framkvæma. Þannig að við erum að tala um einhverja 400 milljónir sem að væru þá til tekna á næsta ári sem að við þyrftum þá bara einhenda okkur í að vinna úr. Og ef að menn upplifa þessa óvissu, þá verðum við að vera tilbúin til að skera niður. Það er bara ekkert flókið. Við getum ekki á sama tíma að við erum að tala um að það sé óvissa að verða óskættir auknum útgjöldum. Það er engin trúverðuleiki í því. Við verðum að einhvern veginn að ná utan um það sem við erum að gera. Ég veit ekki til þess að menn hafi verið að tala um íbúakosningu varðandi Thorsil. Ég fyrir mitt leyti ætla bara að vona að þeir komi ekki. Og við getum þá bara einhenda okkur í því að takast á við það sem að menn hafi gert ráð fyrir í áætlunum varðandi Thorsil. Við ræddum það hérna daginn að við höfum hugsanlega möguleika á því að grípa inn í það sem að að gerast varðandi United Silicon og deiliskipulagsbreytingu sem að þeir munu væntanlega þurfa til að geta komið verksmiðjunni í gang. Þar er einhver möguleiki sem að við höfum möguleika á að ganga inn í sem kjörnir fulltrúar og þar getum við hugsanlega vísað því til íbúa. Við erum með fyrirspurnir hjá Skipulagsstofnun sem að við væntum svara við innan skamms og vonandi verða þær á þann hátt að við getum okkur gefst tækifæri til þess að eiga samtal við íbúan um það. Mér finnst þessi áætlun vera þannig að við getum vel við unað. Ég held að við séum öll svona mátulega óanægð. Ég til dæmis og mitt framboð lögðum áherslu á það að hækka hvatagreiðslur jafnt og stöðugt. Það fór ekki í gegn. Ekki núna.
en í málefnasamningi er reiknað með að hvatagreiðslur fari í 50.000 á kjörtímabilinu. Þannig að maður verður raun að því að þetta árið verði hvatagreiðslur ekki hækkaðar. Ég leit þannig á að þær hefðu hjálpað til við að fá yngra fólk til þess að ástunda íþróttir eða tónstundir. En þannig er þetta bara. Við erum að velja á milli, sumt er lögbundið, annað ekki. Við þurfum að sinna skyldum okkar sem sveitarfélag. Við eigum að reyna að gera eins vel og við getum, en við þurfum jafnframt að uppfylla það skyldur sem okkur eru settar. Og það er gott, mér finnst vera samljómur hérna, auðvitað er ágreiningur eitt og annað pínulítið, en við erum búin að sameinast fjárhagsáætlun í allt síðasta kjörtímabil. Og ég vænti þess að við séum að gera það í áframhaldinu. Ég sé ekkert að því til fyrirstöðu að slík samstæða geti nást, að við séum að leggja fram fjárhagsáætlun sem við getum öll unað við. Takk fyrir Guðbrandur. Eru fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá vísar forseti fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana 2019-22 til seinni umræðu sem myndi þá fara fram 4. og bæjarstjórnarfundi 4. desember næstkomandi. Þeir sem að geta samþykkt þá tillögu vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrá bæjarstjórnarfundarins tæmd og gerum við hlé á fundi meðan að gengið verður frá fundargerð.
553. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 7. nóvember 2018 kl. 17. Viðstaddir er Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Eydís Hentse Pétursdóttir, Gunnar Þóransson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólafar Sandes, Margrét Þóransdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð og í forsæti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Og fyrsta mál eru fundargerðir bæjarráðs frá 18. og 25. október og 1. nóvember 2018. Forseti gaf orðið laust. Til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Gunnar Þóransson, Friðjón Einarsson, Margrét Sandes og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Og fundargerðirnar voru samþykktar 11:0. Annað mál er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 27. október. Þriðji liður fundargerðarinnar, Pósthússtræti 5, 7 og 9, niðurstaða grenndarkynningar. Forseti gaf orðið laust. Til máls tóku Gunnar Þóransson, Friðjón Einarsson, Margrét Sandes, Margrét Þóransdóttir, Guðbrandur Einarsson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Tillaga kom fram um að vísa þriðja lið til bæjarráðs og var það samþykkt 11:0. Fimmti lið fundargerðarinnar Melás 9 fyrirspurn var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Og fundargerðin samþykkt á öðru leyti 11:0. Þriðja mál er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 18. október 2018 og fimmta mál frá 222. fundi stjórnar Reykjaneshafnar 18. október 2018 var tekið sérstaklega fyrir með eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókunina þar sem hún barst rafrænt. Nei, ekki bókun, jú. Þessi heimild var samþykkt 11:0. Forseti gaf orðið laust og til máls tóku Friðjón Einarsson og Guðbrandur Einarsson og fundargerðin samþykkt á öðru leyti 11:0. Fjórða mál er fundargerð fræðsluráðs frá 2. nóvember 2018. Baldur Þór Guðmundsson flutti minningarorð Guðmund H. Nordal sem lést 31. október síðastliðinn. Og forseti gaf orðið laust. Til máls tóku Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson og Guðbrandur Einarsson og fundargerðin var samþykkt 11:0. Fimmta mál er fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlegra Reykjanesstofnana 2019 til 2022 fyrir umræða. Forseti gaf orðið laust fjárhagsáætlunina. Til máls tók Friðjón Einarsson er fylgdi áætlunni úr hlaði. Til máls tók Margrét Þóransdóttir og lagði fram eftirfarandi fyrirspurnir og með leyfi forseta þá mun ég ekki lesa það upp þar sem það barst með rafrænt. Til máls tók Guðbrandur Einarsson og lagði fram eftirfarandi bókun meirihluta bæjarstjórnar, fulltrúar beinna leiða, Framsóknarflokk og Samfylkingar og með leyfi forseta mun ég ekki lesa það heldur því það barst líka einnig rafrænt. Til máls tók Friðjón Einarsson, Gunnar Þóransson, Margrét Sandes, Jóhann Friðrik Friðriksson, Eydís Hentse Pétursdóttir og Guðbrandur Einarsson. Fjárhagsáætlun 2019 til 2022 var vísað til síðari umræðu 4. desember næstkomandi og það var samþykkt 11:0. Þá liggur fyrir fundargerð 553. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina, já. Undir fræðsluráð þá stendur Baldur upp með minningarráði. Já. Og svo taka einhverju til máls þar eins og þeir tækju til máls undir liðnum þar sem Baldur fór yfir. Kíkja á það. Já. Já, það kemur bara svo. Það er eftir. Það kemur skringilega og þau hafa öll fara að tjá sig í lagna. Já. Þetta leiðrétta það. Það var alls ekki þannig sem að... Já. Það hefur verið leiðrétt. Einhverju sem vilja taka til máls fundargerðina? Svo er ekki. Þá byrjar myndið samþykkt fundarins, þeir sem geta samþykkt fundargerð fundarins. Það er samþykkt 11:0. Þetta er alveg stór glæsilegt til hamingju. Þá segi ég fundinum slitið. Nei! Það er aðlögun að allir. Þetta er náttúrulega vítar. Þetta taka mynd af þessu.